er hellingur sem að Bruno Mars hefði átt að gera. Ég held að hann sé búinn að segja okkur á svona 500 sinnum á þessari stöð. Löngu komið leið á þessu lagi. Bruno Mars, When I Was Your Man. En klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Og oftast situr hann nú beint á móti mér, hann Pétur Jóhann Sigfússon, en hann er ekki mættur í dag. En ég kem ekki til með að sakna hans því að það er algjör snillingur sestur í hans sæti og hún heitir Helga Braga Jónsdóttir. Vertu velkomin. Ó, takk fyrir. Mikið ofbolt langt sinni ég sé þig. Já, hvaða rugl er þetta? Já, sko, þú komst reglulega sem gestastjórnandi. Já. Svo hefur ekki komið bara núna í marga mánuði. Hvað meinar þið? Hérna... Já, eftir að byrja í hálóttunum. Í hálóttunum? Já. Já, bara eitthvað svo mikið að gera. Já. Ég elska þetta lag, by the way. Já, Bruno Mars. Oh my god. Mér finnst það allt í lagi, sko. Og mér finnst það æði. Ertu aðdáandi Bruno? Ég elska hann. Já. Okay. Ég bara elska hann og mér finnst þetta svo fallegt lag. Þannig að þú varst ekki sátt við þetta komment hann í byrjun þáttar. Nei, ég meina þú mátt alveg hafa það bara fyrir þig. Ég er svo soft cookie, ég elska svona. When I was your man. Já, og hann hefði átt að dansa meira við hana og gefa henni oftar blóm. Já. Hann drullu sá eftir því. Ég veit það. Mér dætti bara strax í hug. Sér þú eftir svona, kannski með kærastu? Og það er kannski ástæðan fyrir ég hata lagið. Að ég sé sjálfa með hann. Það snertir við hvað mann búnt kannski í hjarta þínu. Já, þessna er ég alltaf svona þegið þarna, mæli kjóinn, enginn að hlusta þeim. Nei, því hann er að tala svona, syngja frá hjartanu. Já, mér finnst reynda sko, hann er búinn að hækja aldrei með Santa Bruno Mars. Hann er ágætis tónlistarmaður. Já, mér finnst það. Svo getur hann dansa, svo er hann ríkalega sætur. Hann er byggur lítill. Who cares? Já, já. Ég elska svona frekar lágvaxna menn. Þú vilt hafa á litla? Ég er nákvæmlega sama hvað eru háir eða stórir, með hárið ekki hárið eða alls konar. Stærðin skiptir engum máli á Helgu Braga. Það er bara hjartalagið. Já, auðvitað. Eins og hjá Bruno Mars. Já, sjálfsögðu. Nú það er auðvitað gaman ef þeir líta vel út, en það er ekki aðalatrið. Nei, en hvað ert þú há, ef ég má spyrja? Hvað ertu há á þessum sjálf? Hvað ertu há á þunga? Á ég að dreipa það? Nei, ekki. Nei, ég er 1,65. 1,65, ok. Já. Og þannig að það er allt í lagi þín vegna þó þú sést með mann sem er minni en þú? Nei, kannski ekki minni. Nú, ég ætla að vera í hjartalagi. Í Game of Thrones. Ég ætla að vera í hjartalagi. Heyrðu, sko, hún hérna sýsti mín, hún var að segja, sko, og hún var að segja, þú var að setja niður fyrir þig, hvernig mann þú vilt, sko, hvað er það sem þú vilt draga að þér, þú veist, og þá þarf, þú veist, það er hjartalagið og hann má ekki vera fyllibitta og alls konar svona sem að ég set skilyrði, og það er bara, en þarf hann að vera hávaxinn? Nei, það skiptir ekki öllu máli, þá sagði hún mjög svona kallt, já, þá færðu dverg. þá getur það, og ég sagði bara, ef það er einhver svona bara góður maður og hann er dvergur, þá ætla ég ekki að íta honum í burtu. Já, sjálfsagt ekki. Mér finnst reynda til þess að dvergun í Game of Thrones eru uppáhalds karakter með það, sko. Hann er æðislega, hann er svo fallegt hár og svo er hann bara sexy, sko. Já, hann er bara flott. Það er ekki hárið á hann sem ég er að fylgjast með, en alveg frábær. Ekki að þetta var óvart, sko. Nei, þetta er, none point taken, ég bara, mér finnst það svo góð leikari. Hann er mjög flottur. Já, hann er algjör snillingur. Og þannig að þú sér mig kannski, ég held að hann hafi nú eitthvað verið að giftast eða eitthvað svona, en ef þú sér að ég er farin að deyta hann, þá segir ég, nú skil ég, já, einmitt. Það var ekkert að því. Hún bað það, sko. Já, nákvæmlega. Af því hún setti það á listan, sko. Og hann er með svo gott hjartalag. Nákvæmlega, ég veit svo sem ekki það. Ég er það að kynnast honum nánar að fara nokkur date. Já, en við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur, við Helga verðum hér til 6 og við fáum góðan gest til okkar í dag. Já. Það er hann Björn Hlynur leikari. Hann er ekki með útlitið á móti sér, sko. Nei, það er one handsome son of a gun, maður. Já. Ég held að hann hafi líka gott hjartalag. Já, er það ekki? Ég held. Er hann ekki ég er topp ekki náði? viss, en ég held. Já, ég er sko, það sem ég þekki á hann, mann, voða góður. Hann er mjög flottur. Já, finnst þér hann myndalegur? Já, hann er það. Já. En hæfileikarnir eru samt aðalmálið. Já, hann er hæfileikaríkur leikari. Já. Hann ætlar að koma í spjall til okkar hér setna í dag. Við ætlum að fara í dagskrárlið sem heitir Skellt á mig og er það dagskrárlið sem við förum alltaf í á miðvikudögum, ég og Pétur Jóhann. Það verður gaman að heyra Helgu í honum. Já. Ég útskýr hann betur fyrir þér eftir, en þú ert ekkert að vera hrædd samt. Nei. Þetta verður mjög þægilegt, ég lofa. Gott. Og svo það eru hraðaspurningar, það er brandarakeppni og fleira. Þetta er bara svona basic eins og allt á miðvikudögum. Svo ætla ég að spyrja Helgu eftir hvað hún er búin að vera að brasa og hvað hún er að fara að brasa. Og slúðrið á sínu stað. Og veistu það, þú náttúrulega ert mikið inn í Kardashian fjölskyldunni. Þetta er svo vandræðilegt. Já. Mér skammast mér fyrir að viðurkenna þetta. Já, en þú ert búinn að því. Svo er ég búin að smita
elstu guðdóttur mína sem 14 ára, þetta hræðilegt. Já, hún komin í þetta líka. Alveg bara, þú veist, og allar vinkonur en þetta, ég hef mjög slæm áhrif. Þetta ekki þegar þú byrjar að horfa á þessa þætti, þetta ekki svona eins og að geta bara snakk, þú vilt hætta því að þetta ekki gott fyrir þig en þú bara getur það ekki? Þetta eitthvað ógeðslegt. Eitthvað ógeðslegt. Það einmitt slúður af Kardashian fjölskyldunni hér eftir smástund. Byrjum þetta hins vegar á Lana Del Rey og lagið Summertime Sadness, en það ekki til sadness hér í okkur. Rey sé að syngja íslenskar sumari í þessu lagi, Summertime Sadness, allavega... Já, það var nú stundum sadness. Já, þetta var ekki gott sumar hvað veður, var það maður? Nei, fólk var mjög glatt þegar að koma borð í vávélarnar, bara að fara í burtu. Já, komast í sól. Já, en svo er það svo fyndið, eins og við erum búin að kvarta yfir veðrinu. Það var ekki einn útlendingur sem kvartaði yfir veðrinu. Nei, ég er að plata að það var einn Breti af öllum, þú veist. Sem var að væla yfir hvernig veðrið. Já, hann var, tók eitthvað svona göngu og var Breti og hann sagði, it was horrible. En hann var undantekningin sanna regluna. Allir voru bara rosalega ánægði, bara ferskt loft og... En býst fólk eitthvað við einhverju sumri að fara að fara til Íslands? Það væri ekki að fara til Íslands. Nei, nákvæmlega. Þessi var svona undantekning. Ég hló svo mikið að hann að því hann var svo fúll svona. Já, pirraður yfir þessu. Þunnur og pirraður. Já, eitthvað svoleiðis. En það komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og þá mjög þægilegt að vera með Helgu Braugu með sér. Því að hún sígur inn í sér slúðrið og sérstaklega Kardashian fjölskylduna sem einmitt í slúðrinni í dag. Og ég samt okkar á milli. Já. Ekki segja einhver frá því. Nei, ég að reyna að hætta fjallum þau. Já, þetta orðið vandræðilegt. Ég gæti verið með slúður þessa fjölskyldu í hverjum einasta þætti. Já, það alltaf eitthvað þau í slúðurpressunni en það mikið vesen í gangi núna. Það allt í klessu. Veistu hvað ég að fara að segja þér? Khloe Kardashian og Lamar Odom. Hann bara í bullinu, greið. Hann í krakki. Hann kannski ekki í englaríki, hann í krakki. Já, það verið að tala hérna um að hann sé búin að eyða 6 milljónum í kókaín og sé líka að reykja eins og þú segir, crack-cocaine. Sem ég veit ekkert hvað er. Nei, sem betur ég vil ekki vita hvað er. En það er eitthvað svona bull. Já, en hann vil sem sagt reykja það og búin að eyða 6 milljónum króna í fíkniefni síðustu 3 ár. Sem nú engin smá peningur. Veistu það, maður hefur séð þetta á hann. Er það? Hann svo daufur alltaf. Finnst þér ekki? Sem ég svo í þáttunum. Hún eitthvað, hæ. Og það með svo hræðilegu raddir. Já. Skilurðu? Það svona leiðilegu tónstundum. Já. Og það hræðir. Ég get ekki eins og leikið eftir, ég nokkuð góð leikona. Það bara svo hræðilega raddir, blessaðar. Og finnst þér hann svolítið dán alltaf? Hann alltaf... Hann nennir ekki neinu og hann bara alltaf svona þreytt. Er hann þá bara einhverju niðurtúr af fíkniefnunum sínu kannski? Já, þá er það eitthvað vesen. Hún alltaf eitthvað að reyna að hressa hann við og svo situr hann svona klest, hann situr svona alveg svona með löngu lappirnar í sófanum og hún situr svona klest upp þennan eitthvað svona, þú veist, greið. Það er vandræðalegt. Hún samt uppáhaldskarakterinn minn. Ég tala karakter. Já, þetta er náttúrulega manneskja. Þetta eru samt karakter. Þeir eru ekki að leika eitthvað að þessu. Þetta er ekki að leikið. Ég trú ekki öðru. Nei, ég bara spá þetta sé að leikið. Já, minna, þær eru 30 eitthvað ára gamlar. Ég held að ég og Kim Kardashian séum bara svipuðum aldri. Já, á fertugsaldri. Já, þú ert ekkert eitthvað heima hjá þér með systkinum. Það er bara eins og ef það væri svona þáttur, Blöndalsfjölskyldan eða eitthvað svona. Og það væri bara ég og Maja systir sem er 4 árum eldri en ég. Herri, ég stríði mömmu eins núna. Við skulum segja henni að þú ekki mátt vera eitthvað svona. Þetta er allt eitthvað svona. Og svo kemur, það væri bara Haddi, mamma mín. Hættu, hvað í alvörinu eitthvað myndi æsa sig. Svo myndi ég segja, nei, Maja systir að stríða þér. Hvað er af ykkur? Og mamma er bara momature. Your momature. Já, hún var með manager. Momature. Hún var með eitthvað vesen, sko. Já, þetta er eitthvað, ég held að sé eitthvað þessu leikið og kannski nú eitthvað. Það væri samt, sko, við getum kannski gert þetta að því við erum, sko, mörg hálfsystkini. Já, ok. Þú veist, og það er svona smá, það er flókin fjölskylda hjá mér. Hvað er þið mörg hálfsystkini? Sko, við erum, hérna, ég þarf alveg að hugsa, við erum 5, sko. Já, það er ein stjúpsystir sem er systir. Svipinaður, ég held að þú var að fara að segja 20? Já, nei, en þetta er svona, þú veist, og við erum mismunandi mæður og pabbi er svona gæinn og svona. Það væri hægt að gera smá drama. Já, ok. Já, ég ætla að spyrja pappa einmitt. Hvort það sé ekki til þetta? Jón Hjartarson, þeir sem að þekkja, hann er svona opbóðslega rólegur og... Já, það er seint í þetta. Já. Hann er ekki eins og mamma er að hafna. En svo er það er meira slúður. Það er ekki bara Kardashian fjölskyldan. True Blood, horfður eitthvað á þá þætti, Helga? Já. Þeir hætta núna... Ég horfa allt. Já, ég það. Þeir hætta núna 2014.
Út af hverju? Það bara menn alltaf að fara að skrifa endirinn. Það svona skemmtilegt það? Ég hef ekki. Já, þetta svona, ég horfði á þetta fyrst og fekk ég smá leið á þessu. Já, það er ekki ástæðan fyrir sig að fara hætt á næstari. Já, mér fannst þetta eitthvað svona spennandi. En þau eru víst par þarna sem að leika aðal. Já, ok. Já, ég veit það. Er þetta ekki svona eitthvað vampíru viðbjóður einhver? Jú, það er eitthvað svona, hann er vampíra sko. Já, ekki hún er samt skotin. Nei, hún er svona eins og, hún er svona smá engill svona, hún getur lesið hugsanir fólks. Er þetta bara alveg svo Twilight sem sagt? Nei, ekki alveg. Nei, það er alls konar. En það er hérna fallegi kallmenn, eins og úlfurinn sko. Eða það er líka Twilight. Já, þetta er allt eins. Já, þetta er allt eins. Ég sé það núna. Já. Svo var hann náttúrulega þarna Skarsgård, hvað heitir hann, vikingastrákurinn, hann að sæti. Hann er sonur hans, Stellan Skarsgård. Já, ok. Nei, ekki Skarsgård, heldur, hvað heitir hann, Stellan, sænski leikarinn sem leikur í True Blood. Ég hef ekkert séð, ég þekkið ekki. Hann kom hingað til landsins. Já. Já, ofsalega fallegur, Guð hjálpi mér. Ok, en það er ekki alltaf gott samt þegar þættir. Æ, hvað er vandræðilegt, já. Hvað er vandræðilegt? Nei, þetta er ekki eitthvað, einhver þarf að googla þetta og segja mér það. Já, en allavega þá eru þessi þættir að hætta. Er ekki alltaf gott ef að góður þættir hætta svona áður en verða, of mikið bull? Jú. Men það ekki máli. Jú, tölum ekki meira það. Nei, svo er það í lokin Arsenio Hall. Hann er að byrja aftur núna, 9. september. Já. Og hafa gestir eins og George Lopez, Magic Johnson, Ice Cube, Lisa Kudrow og fleiri búið að koma sinni í þennan þátt og þetta verið fyrsta sinni í einhver 20 ár sem að Arsenio Hall er með spjallþátt. Já. Comeback hjá honum. Já, comeback. Það er nú gaman. Já, ég hef alltaf fílað hann. Já, en ég hef ekki svo mikið hort á, það var fyrir 20 árum eða eitthvað. Já, ég er reyndar að horfa alltaf á það. Það er náttúrulega nýfætt, sko. Já, reyndar, þú hefur verið svona 5 ára. Já, ég hef verið bara 5 ára. Ég man svo lítið eftir þess. Þannig þetta var slúðurpakki dagsins og ég bara þar hæst með greið Lamar og Chloe. Hún er samt uppáhald, sko, karakteri minn, þarna eins og ég sagði, fylgist með henn á Instagram og allt. Ertu með henn á Instagram? Þetta er vandræðilegt. Já, Ég sá mynd af litlu dúllunni, hennar Kim og Kanye. Já, inn á Instagram. Já, hún er sem sæ. Finnst þér eins og þú þekkir þau líka? Nei. Það er fínt. Ég er ekki rugglinu með það. FM 957 kynnir skólaleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu myndaðir þar sem þú lætur fara vel þig í nýju flottu hægindastólunum í Kringlunni og postaðu á Facebook síðu Kringlunar. Mundu að merkja þig og myndina en heppnir aðilar verða dregnir út og fá vegleg gjafabréf frá flottum verslunum. FM 957 og Kringla. Nú er skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan af öllu hjarta. FM 957 og OK-búðin kynna. Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Lungamjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það er róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. Our Moment ylvatnið frá One Direction kynnir. We're just 5 normal lads having the time of their life. One Direction 3D. This is us. Frumsýnd 7. september. Dreymið þig að verða heimstekt fyrirsæta. Opnar pröfur fyrir Elite Motilog, stærstu fyrirsætileit í heimi, verða laugardaginn 7. september í Kringlunni og sunnudaginn 8. september á Glerártorgi, Akureyri. Við leitum bæði að strákum og stelpum. Láttu draumir rætast og kondi í pröfu. Nánar á elitemotilog.is. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Upplifðu dansgleðina að Hættis og You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land.
Perform.is Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Braga fann að dansa hér í stúdíónu. Shine bright like a diamond. Like a diamond. Þú fílaði þetta lag? Já, mér finnst það gaman. Ég gæti ekki setja í kjör. Nei, ég sá það. Ég söng þetta lag einu sinni bara heilt flug. Ég var að gera, en þau sungu með mér sko. Ég var í svona strákakrúi, það var opbáslega gaman. Leð okkur hérna. Nei, svona verður. Gottu með smá. Nei, hætti þessu. Ég fer í burtu. Hvað er það? Shine bright like a diamond, maður. Æ, þú er svo stríðinn. Nei. Bara þú varst að tala það sungið þetta. Ég ætla að kannski leiða hlustendum að heyra. Mér finnst svo gaman að syngja bara svona rugl, skilur. Já, og svona í flippi. Já, flippi. Ferði í karaoke? Nei. Lítið frá. Já, nei, það er bara, ég er meira svona eitthvað flipp. Mér finnst það karaoke það vandræðalegsta sem ég til. Já, það sem er vandræðalega, það sem er svo vont við karaoke er að lögin er svo löng. Já, og þetta er, Brandarinn er löngu búinn, þetta er 51,5, svo kannski lagi 4 mínútur og þú byrjar að taka viðlagi í þriðja sinn. Þá verður allt svona, þetta er bara svona eins og að ég drekk ekki og þú veist, þá er þetta bara eitthvað, hætti. Já, hann finnur þetta svona meira. Já. Mér er þetta gaman að fyrir karaoke því ég henda alltaf Sverri Bergmann upp á svið. Já. Það er svona allt annað. Það er ömulegt vegna þess að hann er professional söngvari og hvað er verið að láta hann, þú veist. Ömulegt að fara á eftir, sko. Já, það er ekki gott. Ég var með þetta í ammælinu mínu, þá leti hann mitt syngja 2 lög. En það er komið að hraðaspurningum hér, Helga. Og þú þekkir nú reglur, þú hefur komið til okkar í 70 mínútur og strákan og annað. Þú vart bara að hreinsa hugan og segja að fyrsta sitt eftir í hug. Ekki eitthvað svona politically correct eitthvað. Nei, ekkert rétt og rangt. Nei, það er ekki hægt að svara rangt í þessum. Nei, bara ekkert rétt og rangt, bara segja. Já, bara, veist, hvað poppar upp í þessum, þennan miðvikudaginn? Já. Erstu tilbúin? Já. Ok, þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Shining. Uppáhaldsnammi. Dökkar súkkulaðarúsínur. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Hver er fyndnastur, fyndnust? Pétur Jóhann kemur upp í hugan. Já, uppáhalds hljómsveit. U2. Hvað kveikir í þér? Like a diamond. Syngd það mér að. Uppáhalds sjónvarpsþættir. Cheers. Akkur segir ég það? Það er bara komið upp. Já, besti matur. Á Gló. Uppáhalds lið í ensku. Liverpool. Í hverju sefuru? Engu. Uppáhalds skyndibiti. Gló. Hvað tekur í bekk? Milljón. Milljón. Hvað eldaður í síðast? Sesam nuggets tofu. Já, takk fyrir að bjóða mér ekki. Hvaða dýr finnst þér mest sexy? Ekkert. Já, gott með eitthvað. En nú eru þér, annars myndur þau bara, þú veist, ekki hitta fjölskylduna. Ok, hestar. Já, takk. Hvenær fórstu síðast í sleik? Fyrradag. Fallegasti kallmaður fyrir utan maka? Nú, Alexander Skarsgård í True Blood. Hvað langaði mest til að hitta í heiminum? Móður Teresu og Ópru. Draumabíllinn? Bara nýrri bíll. Hver er þinn helsti galli? Þráhyggjukend. Ok, þetta voru hraðbóð. Þú komst nú bara nokkuð vel frá þessu. Já. En besta bíómynd Shining, hún er þetta geggjuð. Já, hún er geggjuð bara. Já, það er rosalega erfitt að segja einhver eina, sko. Já. Það er margar. Komið og sjáið, sko. Rússnesk bíómynd er eiginlega mínum upp. En bara Shining kom og hún er ein af mínum uppáhalds. Já, uppáhaldsnafni voru súkkulaðarúsínur. Dökkar Downfall. Þetta er mitt Downfall. Downfall? Já, þetta er eina því ég hætti að borða nammi alveg á tímabili. En getur ekki látið þær í friði? Nú er ég stundum að kaupa þetta í fríhöfninni. Já. En ertu svona... Já, því ég borða bara dökkt súkkulaði, en þá er með svona dökku súkkulaði, Ef þú byrjar, getur það ekki hægt? Ég var þannig, núna er ég hef öðlast meiri sjálfsaga með aldrinum. Ok. Fyndnastu Pétur Jóhann, það nú Já, hann bara, einhvern veginn fann fyrir hans víbrum hérna í þessu sæti. Já. Og hann er indi. Já, það er ekki hægt að vera illa við Pétur Jóhann. Nei, það er bara þá þurft að vera eitthvað skrítin. Já, og þú hefur lent í slagsmálum? Já, þegar ég var lítil. Já, hversu lítil? Bara 5 eða eitthvað. Já, ok, þú varst ekki að berja eitthvað bara sem búin. Ég held samt að ég og Inga systir hefum einhvern tímann svona, þú veist, þurrkast til. Ég var að tala um svona einhver alvöru slagsmál. Nei. Hefur aldrei verið að skemmtist það þegar þú varst kannski að fara á böll og svona, hefur aldrei verið rifið í hárið eða? Nei. Sko, málið er,
að þegar, sko, því ég hef alltaf haft munnin fyrir neðan nefi. Já. Sjáðu, þegar vitið þrýtur taka kraftarnir við. Já. Þannig að ég hef alltaf, sko, frekar, sko, það er náttúrulega... En það er akkurat liðið sem hefur verið lamið, það er sem eru með munnin fyrir neðan nefi. Láttu mig þekkja það. Nei, ég er alltaf með ykkur sem að bara, þú veist, taka upp hanskan fyrir mig og berjast fyrir mig. Já, ok. Og það sem kveikir í þér var hvað? Hvað var það? Ég spurði þig ekki, ég gleymdi henni. Hvað kveikir í mér? Jú, like a diamond. Jú, like a diamond, það eru demantar sem kveikir í þér. Já. Og Tears, staupastegn, þættir? Já, þetta er nú svolítið langsótt. Já. Þetta bara, ég hefur örugglega hort á þetta á gullinu bara svolítið langt með þeir hættu, sko. Já, það er svolítið langt. Kosti Alli og félagar. Nei, það var þetta fyrst, ég er að hugsa þetta fyrstu. Já, þá var hún hérna ljósarða. Ljósarða, sem að, mér finnst það er svo líka Gulla, leikona, Guðlaug Elísabet. Já, hún, já. Já, alveg brilljant. Já, hún heitir Sally Long, eða ekki? Jú, Sally Long, já, hún er yndisleg. Heldur með Liverpool, horfður eitthvað á fótbolta? Nei, ég veit sko, fyrirgeðu, ég held þetta sé ekki Liverpool, ég held þetta hafi verið Arsenal, ég tek þetta tilbaka að því að frændi minn hélt með Arsenal. Já, ok, það er þetta frábær. Já, en ég veit ekkert. Ég veit ekki neitt. Þú ert United eða? Jú, það er alveg. Það hefur einhvern veginn komið fram. Já. En ég hef enga hugmynd. Nei, og sefur í engu heldur? Já, stundum kannski núna þegar það er heitt eða svona, þú veist, lalalala. Já. Í hverju sefur þá? Bara fallegum náttkjóli. Fallegum náttkjóli? Það er silki. Já, ok. Silki. Upp á skyndibiti, hvað var það glóð? Gæst ekki sagt eitthvað pizza eða hamburger? Borðar ekkert svoleiðis það? Jú, svona stundum, ég fekk mér pizza daginn og það fer ekkert vel í mig. En á Ítalíu fær maður sér pizza. Já. Sko, ég er að tala um landinu. En færður ekkert Kentucky eða? Ertu geðveikur? Ég er græmitsæta. Veistu hvernig þeir eru drefnir þessi kjúklingar? Við skulum ekki fara út í það. Nei, við skulum ekki tóra í það. Nei, uppáhalds, þú veist, Gló er undar æðislega matur, því ég ekki ná. Já, og náttúrulega fyrir mig sem græmitsæta, þú veist, þá hefur Solla náttúrulega gert bara kraftaverk fyrir okkur. En hvað sagðist það að elda síðast? Hvað var það? Það var svona sesamnakveit, svona tofu. Já, ég tók þetta með mér bara sem nesti, sko. Já, ok. Ég var búin að undibúa mig og svona. Og fallegasti kallmaður fyrir Magga, það var þessi sem er í True Blood. Já, Alexander Skarsgård. Já, og draumabíllinn er bara eitthvað nýrri. Hvernig bíl ertu á núna? Nú, ég er á Volkswagen Polo 98 módel. Ok, hvernig er hann litinn? Hann er rauður. Já. En hann fór í gegnum skoðun. Hann er svo segur. Já, ertu búin að eiga hann lengi, já? Já, ég er búin að eiga mjög lengi. Kraftur í honum? Já, það er bara fínt, sko. Já, mér er nákvæmlega sama hvaða típa. Já, bara frá A til B. Já, en ég var snirtilegur og innan og góð lykt í honum. Já, annars myndi ég guppa. Af því að ég er svo bílveik. Ég skilði. Ég er mjög bílveik. Já. Þegar ég var svona svolítið hress krakki alltaf. Já, ofvirk. Nei, alls ekki. Ég var frekar róleg svona. En svona sniðu, og það var barnlaust par sem lagði það á sig að fá mig lánaða í bíltúra á Akranesi og mig að fá Helgubrú og lánaði í sunnudagsbíltúrin. Þau lögðu á sig og þau fóru með mig í sunnudagsbíltúr og ég guppaði og þau lögðu á sig að fara með mig heim, skiptum allt og fara aftur í bíltúr. Já, ok. Varstu svona skemmtileg? Já. Þannig að þú mátti guppa en þau vildi samt halda það sem að rúnda. Það er þetta, stoppa, fara af stað, stoppa. Og það er bara ennþá í dag? Já, ef það er of þungt loft í bílum og svona, þá, sko, ég kannski guppa ekki lengur, en ég fæ svona hausverk og mér líður illa. Ok, þá veitum við það. Ég er svo viðkvæm. Hraðaspurningar á Helgubrú Jónsdóttir. Frítt líkamsræktarkort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. Glæný heimasíða danstudioworldclass.is. Vertu velkomin í IKEA. Ljósmyndaleikurinn okkar er í fullum gangi. Vertu með og þú getur unnið glæsilegt upplefa snjallsjónvarp. Kíktu á leikreglurnar inn á IKEA.is. Láttu eins og heima hjá þér. IKEA. Jack Lime á Gaugnum föstudaginn 7. september. Framkoma Kaleo, Jan Mayen og Vintage Caravan. Húsið opnar kl. 22:00 og tónleikar hefist kl. 23:00. Jack er á vænu og stuðið verður sturlað. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Katy Perry hér með lagið Roar. Hvernig fílar hana, Helga? Það er svona æðislegt. Já? Já, alltaf við ykkur svona sælgætisbúningum og svona grútti. Hvernig finnst þið tónlistin hennar? Leðileg. Já, fílar ekki tónlistin hennar. Þú ert ekki aðdáðandi. En hún er var sætt. Já. Þetta er hennar nýjasta lag og heitir Roar. Ég er engin gríðalegur aðdáðandi en allt í lagi. Nei. En það er hins vegar komið að sturluðum staðrendum.
Já, nú les ég 10 sturlaða staðreyndir. Og ég þarf að segja hvað er... Nei, við erum hætti með þá reglu. Hvað ég fegin? Já, þú ert ekki að reyna að fatta hvað er ekki sturlaða staðreind. Já. Þannig að nú bara förum við yfir 10 sturlaða staðreindir og við ræðum þar svona aðeins. Það er eina sem þú ert að gera, sko. Já, og er þetta allt rétt sem þú varst að segja? Já, þetta er ekkert bull. Já. Þannig að, og svo styttist því að hann Björn Hlynur kíki hingað í heimsókn. Það verður gaman að fá hann. Ó, guð, ég laka til. Það að reyna það eitthvað? Nei, hvað þetta er hargiftur, fallegri konu og ekkert rugl. Kollegi minn. Rakel er ekki sátt með það? Nei, ekkert rugl með það. Ekkert rugl. Það má horfin ekki káa. Æi, en það má daðra, sko. Já. Við alla. Allt sem hreyfist. Ég elskar að taka æi. Það er ekki svona næjan hnegslag. En það er komið að styrluðu staðrendum og þær eru 10. Já. Ert þú tilbúin, Helga? Já. Þá byrjum við. Já. Flestar arbeigur sem hafa verið teknar á einum degi eru 46.001. Hvað geðsjúklingur gerði það? Ég veit það ekki. Ekki það ég sé á móti þeim, sko. En þetta hefur verið eitthvað með einhverja hrottalega bíórexíu. Já, þetta er sko 46.000 á einu degi. Ég get ekki einu sinni hugsað þetta. Hvað getur þú tekið margar? Ég skil sem 10. 10? Já, ok. Það er bara fínt að ná 10. Ferðu í ræktina að taka arbeigur og lyfta? Nei, ég er bara að dansa. Já, dansa bara. Já. Jú. Ég hef alveg tekið svona, en bara svona á njánum. Já, ok. Það tekur arbeigur á njánum. 10 þannig. Já. Okay. Þessi tók 46.000, svo er það næsta. Að drekka bjór styrkir í þið tennurnar. Það gefur þeim góðan skammt af sílikoni, stendur hér. Er sílikoni bjór? Já. Þannig að ég fara ekki að fara að drekka bjór aftur. Já, það er gott fyrir tennurnar. Já. Það er einmitt ástæðan fyrir ég að drekka hann stundum. Já. Og það er svona eina ástæðan. Já. Svona upp á tennurnar bara. Það er gott fyrir tennurnar. Já, voða fyrir. Skál, þetta er svo gott fyrir tennurnar. Já, ég ætla að nota það næst allavega. Skál, þetta er gott. Þokkar. Pössum upp á tennurnar. Já. Það er, sílikon í bjórsessat. Já. Svo er það hérna, ef þú spila viðlagið á My Name Is laginu með Eminem, veist hvað lag það er? My name is, his name is Slim Shady, veist hvað lag það er? Nei. Ok, allavega, ef þú spila viðlagið, það sem hann er að syngja My Name Is með Eminem. Ég veit hvað lag þetta er, já. Jú, fyrirgefðu. Aftur á bak, ef þú myndir spila lagið aftur á bak. Þú stoppaðir sko, já, fyrirgefðu. Ok, ekkert mál, en ef þú spila lagið aftur á bak, þá er My Name Is, þá heyrist It's Eminem. Svo klár. Já, hann er svo klár, hann Eminem. Mér finnst það snillingur. Ég elska hann. Þetta er hann búinn að vera í ákveðinu rugli. Hann er búinn að eiga smá erfitt líf. Já, það er alltaf vesen. Það er vesen á honum og hann er með sína innri djöfla að takast á við. En hann semur svo snilldarlega þessa innri djöfla. Já, hann er snillingur. Hann er algjör, þar er ég sammálaður. Ég held að hann sé My name is, eitthvað svona. His name is Slim Shady. Já. Svo er það hér, ángi af marglitu getur ennþá stungið þó hann hafi slitnað frá marglitunni sjálfri. Sæði, þá er bara litla svona löppin. Já, hún er bara svamlandi Já, þessu trú ég alveg. Já, hefur þú stungið af marglitu? Nei, sem betur fyrir ekki, því að nú er ég kafari og er búinn að vera... Erstu kafari? Ég lærður kafari, búinn að kafa út allan heim. Ok. Þetta vissir þú ekki mig. Hei. Sturlu staðrind. Já, það er með sturlaða staðrind. Já, algjörlega. Og hefur þið séð marglitur út að kafa? Já, og hákalla og höfrunga og heyrt í kvölum syngja. Æ, hættu þess að helga. Nei, ég er að segja. Heyrt í kvölum syngja. Víst hef ég það. Hvað, varstu bara að kafa og heyrði þá bara að syngja? Já, ég heyrði það syngja, ég var á Hawaii. Hvernig veistu þér að vera að syngja til dæmis? Þeir sungu svona, Æ, ég er ekki svona bull. Þetta er bara eitthvað hljóðið, þeir voru ekki að syngja. Þeir voru víst að syngja. Ok. Trúir mér ekki, fyrir að grenja, þú trúir mér ekki. Jú, ég trúi þér, þú varst að bara kafa þarna á Hawaii og heyrðir hákalla, hvali syngja. Já, ok, nei, ég trúi þér, ég lofa. En þú veist hvað það gerir ef að marglitu, ef þú ert stungin að marglitu, þú veist hvað það gerir til að losa sásaka? Er það ekki eitthvað sjúa, nei, hvað ég ekki? Nei, þú ætti að láta míga þig. Já, míga, eitthvað ógeð, það var eitthvað ógeð. Láta míga á sárið. Já. Af því þá, hvað er þá, eitthvað svona brottur eða þá bara eitrið frá drepur eitrið? Já, og líka það bara hættið að svíða, sem sagt. Já, ok. Það er ammóníakið í hlandinu eða eitthvað svona. Já, ok. En þú ert ekkert í því annars að láta pissa þig. Æi, hættu. Þá fyrir við næstu. Meðal milljarðamæringur verður gjaldróta allavega 3-4 sinnum yfir ævina. Já, þetta fólk þarf að taka svona áhættu og eitthvað. Og bara sem að virkar. Win some, lose some. Akkurat. Já. Og ég fór einmitt að hugsa þetta, bæði með svona þá milljarðamæringar sem að þekkir, eins og séru bara Donald Trump og séru hérna nokkur á Íslandi. Og hérna gaurinn sem átti Apple, Steve Jobs, hann var náttúrulega búinn að verða gjaldróta og eitthvað. Já, þetta er
Nú, þú þorir að taka sénsa. Já. Og svo getur þú grætt og tapað og eitthvað svona. Þetta ekki alveg minn leikur. Nei, ekki minn heldur. Ég svona ekta Jóakim, ég myndi komast í eitthvað þá myndi ég bara hætta. Ég myndi svona, strákar, þetta búið mjög gaman. Já. En svo þetta verður samt þú ert skynsamur í peningamálum. Ég get nú ekki svo langt. Nei, þú ert smá eðstukló, eða ekki, eins og ég. Jú, en ég fann að verða svona pínu varkar. Já, ég líka. Þess vegna ég á gamla bílnum. Já, það enda og á gamla tölvu og gamlan iPhone og allt. Því að nú ég hætti í ruglinu að eyða svona alltaf mikið efni fram. En eyður þessi ekki allir föt? Jú, reyndar. Svo er þetta 40% karlmanna líður illa þegar þeir hitta konu í fyrsta sinn. Hæ? Rosalega hátt tala. Þetta er hátt hlutfall. Sturlu staðreynd. Líður illa? Já. Af hverju, kannast þú eitthvað við þetta? Stressaður? Nei, ég tilheyri 60% sem betur þér líður bara vel. Já, allavega. Brjóst, gaman. Ég elska frá lest hugsanir minnar, Helga. Brjóst, mér líður vel. Ég var já, Homer Simpson. Food, woman, chocolate. Svo er það hérna, Jimmy Carter, fyrir forseti Bandaríkjanna, hefur komið fram í viðtal og sagst að hafa séð UFO, eða fljúgandi furðuhlut, og er eini forseti Bandaríkjanna sem hefur sagt þetta. Hann var alveg frábær, Jimmy Carter. Var hann ekki mjög vinsæll forseti? Jú, ég held það. En færi hann að ljúga þessu? Trúir á fljúgandi furðuhluti, Helga? Já, heldur þú, hugsaðu bara lógist, sko. Heldur við hérna á jörðinni, þú veist, þú hugsaðu bara alla vetrarbrautirnar og bara the universe. Já. Heldur þú að við séum, það mista sig svo mikið egocentrist að halda, nei, við erum eina lífið á jörðinni, bara við. En trúir að þessu er búin að koma hinga? Já, auðvitað. Já, ok. Auðvitað, heldur þetta er allt, allur geimurinn er á lífi. En okkur er við þá ekki séð eitthvað sem geimurum? Það er fullt af fólki séð þessar geimurur. Já, bara, það er ekki eitthvað 10.000. Já, bara svona special. Já, alltaf Jimmy Carter, hann er búinn að sjá einn allavega. Já. Svo er það hérna, þetta fannst mér skemmtilegt, ég er orðinn mikill aðdáandi úlfa núna. Já. Karlkyns og kvenkyns úlfar eru mjög tryggir foreldrar og eru saman alla ævi ef þau eiga afkvæmi. Já. Skilja aldrei. Nei, þetta er fallegt. Já. Ertu hættur að elska höfrunga? Ég hef aldrei elskað höfrunga. Jú, ég elskaði það eins og enn eftir ég byrjaði með Sturla staðreyndir, þá þoli ég það ekki. Þeir eru algjör hálfvitar. Ég fór eins og að synda með þeim. Ég hef oft synd með höfrunga. Það var geggjað. Já, hvar varst að synda með þeim? Svo er þetta bara Portugal eitthvað. Já. En svo er þetta algjör fíbl. Nei, verðt ekki með þetta? Jú. Ég segja skemmtileg. Sko, ég var í svona, þeir taka gíslinga, veist, þeir eru svo gáðar, þeir eru svolítið eins og, þeir gera svolítið eins og manneskjan. Já. Ef það fá ekki kynlíf þá bara ræna þér mömmunni og halda henni og eitthvað og þetta fullt af eitthvað svona ruggli, sko. Elska spegla sig. Jó, þeir eru svona gladir og gradir og svona með stórt ego. Kannski það ástæða fyrir þólaðu ekki, þeir eru líkið mér. Já, þeir stríða. Einu sinni var ég að synda með höfrungum. Og kemur einn alveg, þeir eru svo stórir og hefur synt með þeim maður gerir sér ekki grein fyrir hvað þeir eru stórir maður finnst þetta bara með að við hvali er þetta bara svona krútti í litli kvolpar heyrðu, hann synti svona á móti mér og ég bara, jæja, nú er hann að fara að synda á mig og alveg hérna, og svo stoppaði hann bara rétt hjá mér og svo heyrði ég bara hann var að stríða mér eða skoti niður nema hvortvekja sér já, það er mér að fylgi það ekki jú svo það eru 3 eftir Ernir stunda kynlíf fljúandi þetta er falleg Sturlu staðreynd þetta finnst mér falleg staðreynd værið þú til í þetta? Að geta stunda kynlíf fljúandi já, ég var til að geta flogið með þér já, það er svona minn draumur ég myndi samt halda að það væri smá vesen þetta er auðvitað eins og fyrir okkur að stunda kynlíf í bíl eða eitthvað svona smá vesen já, nei, þetta er bara eitthvað sko, eins og að kafa það er svona stundum eins og maður sé að fljúa já, ok það er eitthvað svona þetta líður eins og þetta fljúa já, eitthvað en því finnst mér svo gaman að hoppa í fallífum og svona, er það ekki? Nei, það finnst mér ekki gaman það bara gerði ég upp á athyglishyggju og til þess að búið til gott sjónvarp sko. já, það var skelfilegt takk fyrir, ég væri nefnilega til í þetta er svo, þið líður svo illa í vélina og leiðinu upp og eitthvað, kannski var það líka að því við gerðum þetta í Budapest bara með einhverjum amateurum sko. Hann var bara að þakka fyrir að hann var ekki bara með rettuna. Það var rugl. Já, og sástu flugvélina sem vorum í líka. Já, þetta var rugl. Já, og svo lítil, hún var minna heldur en sko þar sem að flugmaðurinn, ég var út í enda og þar sem þú situr núna, það var svona bilið á milli, cirka. Já, þetta var skelvilegt. Steindi hann samt hrættar en ég. Það? Ég held það. Svo, það eru 2 eftir. Veistu hverju 3. vinsælasti gosdrykkur heims, hvað myndirðu giska og þið kæru hlustendur í bílnum?
Hvað myndi þið halda að væri þriðji vinsalasti gosdrykkur heims? Sko, það er bara alltaf Coke og Pepsi. Þú ert á rétti leið. Hvað myndir þú halda að væri í þriðja sæti? 7up. Nei. En þið þarna í bílnum, rétt svar, Fanta. Fanta er Já, þriðji ég vinsalasti hugsaði appelsín, en svo, þú veist, var það náttúrulega ekki í heiminum, skilurðu? Nei, Egils appelsín er náttúrulega svo gott líka maður. Já, en Fanta, já, ok. Já. Og svo það síðasta. Eftir rifrildi í meira en 20 ár saminuðust Star Wars aðdáendur og Star Trek aðdáendur saminuðust þeir og fóru að rakka saman niður Twilight aðdáendur. Já, saminuðust í hatri. Þvílík lúða samkoma maður. Já. Þannig að það hefur sem sagt alltaf verið eitthvað þvílíkt stríð á milli Star Wars aðdáenda og Star Trek. En þau eru svona sammála um að Twilight sé ekki gott. Já. Þetta voru sturla staðrindir þennan miðvikudaginn, 4. september. Varstu ekki annað með þetta bara? Mjög. Já, þú elskar höfrunga. Ég elska þá. Já. Minnst þér æðislegir. Og nú veitum við það að Ernir stundar kynlíf fljúgandi. Og Úlfa, minnst það skemmtilegt. Já, hann fallist Ernir með það líka. Með endalaust grúf og er ennþá meira smooth. Hip-hop, dancehall, R&B, house, soul og funk í háskreppu. Dansaðu með Brynju Péturs á FM Extra á 5-dagskvöldum kl. 9. Þú hlustar á FM Extra í gegnum FM 957 appið eða á vísir.is. Betri lítill fiskur en tómu diskur. Batson.com Our Moment ylvatnið frá One Direction kynir. Just 5 normal lads having the time of their life. One Direction 3D This Is Us frumsýnd 7. september. Kjöt á beinunum. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Nú býst áskrifendum í Stöð 2 Vild að fá frábæran afslátt hjá Senu og Rizzo Pizzeria. 35% afsláttur hjá Rizzo verslar fyrir 2000 krónur eða meira og 30% afsláttur hjá Senu af sýningunni Landi lengi lífið sem sýnd í Hörpu. Kynntu þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. FM 957 eins og alltaf, en það er núna komið að smá, já það komið að dagskrálið sem er fastur hjá okkur Pétri Helga. Já, og hvað er það? Það er svona, nú sé ég þú fara alveg í magan. Já, ég bara, hvað er það? Já. Og svona aðeins, svona kreistist aðeins hjartað svona. Já, setti svona aðeins neðar einhvern veginn í sætilu. Já, ég á erfitt með að fíblast í fólki svona, sko, raunverulega. Já. Mér finnst alltaf að vera skemmt af fólki, en að vera að stríða fólki, mér finnst það. Það er erfiðara. Mjög erfitt, já. En þetta er mjög saklaust. Já. Þetta er dagskrálið sem heitir Skellt á mig. Já. Og hann gengur út á það, við ringjum hér eitthvað út í bæ. Já. Og þú átt að reyna að fá manneskjuna til að skella á þig. Já. Og svo bara tökum við tíman og sá sem er undan átt að skella sig, hann vinnur. Já, það er svoleiðis, já, þetta er keppni. Þetta er svona smá keppni. Það er alltaf keppni hjá köllum, hvað er það? Ég veit það ekki. Það er mjög fyndið. En svona mjög saklaust keppni, fattur þau? Já, en það, sko, myndi þetta skipta einhverju máli? Sko, fyrir mig myndi ekki skipta neini máli. Nei, þetta er aðalega bara upp á símtali sem þið kendilega, sko. Já, ok. Ef ég var hreinskilinn. Já, ég veit það. Vilt að ég byrji til að koma þér svona í gírinn? Já, ég ætla aðeins að fá að heyra því ég er búin að vera svo mikið í háloftunum, sko. Já. Annars myndi ég alltaf hlusta á þig. Já, ok. Hvað þú ert að gera svona? Ok, en það er endar hérna, eitt með þetta, já, það má ekki vera með helberan dónaskap. Þú mátt alveg vera með eitthvað svona pínu en ekki, en ég ætla endar ekki að vinna með dónaskap í dag. Engan dónaskap? Nei, það er ekki þannig, nei, ég er alveg rólur. Ertu tilbúinn? Ég er svo tilbúinn. Ok, ég skal byrja. Já. Og ég er að spá að vinna bara með hérna svona heimasíma. Heimahjúkurinn? Nei, heimasíma. Já, bara ég ætla að finna einhvern sem heitir Hermann bara. Já. Og hringi hann. Já. Er það Hermann? Halló. Hermann? Já. Komdu sætt og blessaði, Kjartan heiti og hringi hérna frá Votta Jehova. Já. Ég er bara ekki tíma til að tala við, ég er að sigla inn í innsiglingu hérna. Ég ætlum að verður á Akureyri í kvöld? Hæ? Verður á Akureyri í kvöld? Já. Megum við kíkja í smá heimsókn og Ég er ekki heima. Hvenær verður þú komin heim? Ég veit það ekki. Við erum með smá bæklinga og annað sem Ég er ekki á að tala gott að ég á. En við erum með smá bækling og annað sem við ætlum að sýna þér.
sem gætu nú fengið til að skipta skoðun, Hermann. Heyrðu, ég að keyra inn í siglingu. Hvenær ertu komin heim, Hermann? Ég veit það ekki. Eigum að koma 10-leytið? Ertu í Kjarnagötunni? Já. Eigum að prófa 10-leytið? Hvað segirðu? Eigum að prófa að koma 10-leytið í kvöld? Nei, hvað til hvers? Við ætlum að sýna þér bækling á annað. Já, ég ekkert með það að gera. Svo erum við að selja platta og svona. Já, ok. Ertu komin heim 10? Nei. En eigum að prófa 11? Nei. Hvenær ertu komin, Hermann? Ég veit það ekki. Eigum að koma annað kvöld? Nei, heyrðu. Myndi það að henda þér? Að við kemum kannski annað kvöld frekar? Þarna koma. Búið að skella á. Já, þetta var fallegt. Hann blessaði maðurinn var að flýta sér. Ég veit að hann var á skip. Já, hann var siglinni, innsiglinguna og ég var á pínu hrædda, myndi kannski bara eitthvað koma fyrir. Já, myndi alltaf þegar. Og ég er bara eitthvað svona, sorry, þetta var bara smá símaði. Já, nei, sem betur fer skellt hann á þig. Já, þannig að ég fekk skell, nú er komið að þér, þannig að nú heyrðu hvernig á að gera þetta. Já, ég læri af meistaranum. Já, ég er svona, þetta er hins vegar fyrsta sem ég vinn með votta Jehova. Þetta er fallegt. Ok, hvað vilt þú gera? Ég vil bara hringja eitthvað. Ok. Hvert er bara það? Hárstúdíó Sunnu? Já, ok. Nei, Hárstúdíóð Sunna heitir það. Já, það er ekki að gera. Hárglerstofan nei, þetta er ekki. Er ekki eitthvað svona? Hárglerstof Önnusteinu? Já. Ok. Halló? Anna-Steina? Hún er ekki heima. Hvar er hún? Hún skrappar út í búð. Hvað, er búið að loka stofunni? Já. Er ekkert að gera? Nei. Hvað gerði hún? Litaði hún eitthvað gráharðan? Það er svo liðs. Nei. Ég ætlaði að koma til hennar. Og? Bara láta lita mig gráharðan. Já. En þú, getur þú ekki bara að lita mig? Það væri ekkert mál, sko. Er það? Klukku hvað á ég að koma? Bara þegar þú vilt. Í kvöld? Í kvöld? Ég er bara í fyrramáli klukkan 8. Nei, ég þarf að koma í kvöld. Má ég ekki koma til henni í kvöld? Hvað heldur að ég gerir fyrir þig? Á ég að mála þér hausinn eða hvað? Nei, þetta er ekki hárgreiðslustofan? Já, ég er ekki hárgreiðslustofan. Á hverju þú svara þá? Á hverju þú þá svara? Hárgreiðslustofan er lóku, ég var að segja þér. Er búið að loka svona snemma? Já. Voðalega skriði, það er ekkert að gera. Það verðist ekki vera. Nú, hvað? Ringdu bara aftur á morgun, góði. Nei, ég vil koma í kvöld til ykkar. Ég vil tala við Önnusteinu. Má ég tala við Önnusteinu? Hún er ekki heima. Má ég tala við Önnusteinu? Hvað svo er? Hvar? Það er búið að skella á. Herðu, þú náður það sem gaur. Herðu, hættu þessu þarna vinur, gaur. Þetta var vel gert. Takk að þið fyrir. Ég geði þér það. Þú með leiðindi. Já, ég elska það. Mér er svo gaman að heyra það. Já, svo leiðindatónn í mér. Já. Má ég tala við Önnusteinu? Já, gott með hana. Herðu, hérna er, nei, ok, þetta er hérna... Viltu meira? Er þetta ekki nóg? Jó, þetta er komið. Já. Þetta er komið. Ég bara þóttu svo væntum hennar karakter hjá þér. Ég verði svo frekur, ég veit alltaf meira. Þetta var skellt á mig og það var skellt á okkur bæði. Já. Og þú stóðst eins og hetja. Takk að þér. Hitt sín trómun betur. Vor í Vaglaskógi. Við sitjum hér Auðun Blöndal og leikkonan og flugfræðan Helga Braga Jónsdóttir. Varstu ánægð með þetta lag? Já. Þetta er flott hjá þeim, strákunum. Já, voðalega grútturlega. En við vorum í keppni áðan sem var samt eða ekki svona beint keppni, að láta að skella sig. En nú er hins vegar komið að alvöru keppni sem að hlustendur taka þátt í, Helga. Við förum alltaf í brandarakeppni hérna á miðvikudögum við Pétur. Það hljómar illa, en þú átt að bara segja einhvern brandara svona sem þetta dettur í hug. Það er ekkert verið að tala einhvern brandara, þú veist, ég ætlast ekki til þess að fólk bara keyri út af að hlátri. Bara eitthvað sem mannst, sko. Má ég vera karakterinn sem ég var þarna áðan? Að segja brandara? Já, bara endilega. Já. En það eru svo hlustendur, sko, þú segir brandara þinn og ég minn, og svo ringjaði 511-0957 og sá sem er undan að fá, sá að þú sem er undan að fá 3 atkvæði, vinnur. Viltu til í þetta? Já. Ok, hvort viltu segja brandara undan eftir? Hvort viltu að ég byrja eða þú byrjir? Þú mátt byrja því að þú ert leiðtoginn í þessu þætti. Ok, ég skal byrja. Já. Minn er svona, ég held að það sé allt í lagi, ég vonaði allavega. En það er sem sagt eldri kona. Segjum bara Helga Braga. Eldri kona? Nei, ég er hættu við eldri kona. Ég er hættu við það. Ég hættu við... Nei, nú fer ég. Nei, ég ætla að breyta um að þú... Eldri, ég er skvísa, ég er ekki eldri. Ég hættu við... Þá ég hugsaði þá 70 eða 8 ræða.
Enda hætti við, ok, ég ætla að segja frekar Þú ert í svo vondum málum núna. Ég ætla að breyta þér í karakterin sem er í brandarum í staðin fyrir eldri konu. Já, reyndu að klóra í bakkar. Þú veist að ég myndi aldrei kalla eldri konu. Ok, ætla að hafa hann eitthvað sköllótt og eitthvað sköllótt. Já. Ok, nei, ok, ég ætla að hafa eldri konu, ekki Helgu. Já. En ég sverða við þig að ég ætla að hætta við eldri konu og hafa þig. Já, bla bla bla, bla bla bla. Eldri kona sem að kemur inn í svona kynlífsbúð, kynlífstækjabúð. Já, ok. Og er svona að leita sér einhverju nýju. Og fer svona að afgreiðslu manninum og spyr svona, herðu, hvað kostar hérna hjálpatækið þarna? Og bendir á svona hvítan aðstofafélag. Og hann segir að hann kostar 7.000. Svo bendir hún á svona stærri svartan við hliðina en þessi svarti hérna sem er stærri, hvað kostar hann? Kostar 10.000. Ok. En minnist þér svolítið vel að það en þessi rauði þarna sem er stærri en hann eða slökkutæki er ekki til sölu. Ég gæti ekki alltaf að feika eitthvað þáttir þetta ég veist að Heiðar Austmann plataði minna á hana brandara, hann er ekki góður, ég vissi það er ég að kasta þessu frá mér Já, þú byrjar ekki vel líka. Nei, ég veit það en það komið að þínum Já, Eirður, ok þannig að Öddi þannig að okkur eru kallmenn alltaf með opna buxnaklauf. Nú veit ég ekki. Svo þið getið talið upp í 11. Ok, þetta voru 2 rándir í brandara. Nú er það 5-11-09-57 og hver verður fyrstur upp í 3 atkvæði? Ég veit ekki. Ég neggja því. Já. Þetta er svona pleppa. Fannst þér hann svona góður? Þetta eru báðir mjög mikið pleppa-brandarar. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Góðan og blessaðan, herru? Já. Það er hún Helga Skvís og takk fyrir seinast sem fær atkvæðið. Helga Skvís og takk fyrir síðast. Hvað varst það að brasa? Er þetta kærastu mín? Hver er þetta? Ég sá því í Smáralindinni 2009. Við náðum cirka 20 sekundar augnkontakti. Ég man eftir þið, þú ert gorgeous. Er það ekki? Jú! I love you baby. Ertu nokkuð með opna buxnaklauf? Gjörðu svona rennu upp. Búin að. Búin að því, takk fyrir þetta. Þá er Helga komin með fórustuna FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvor brandari fannst þér? Ég vil ekki segja bara hvor brandari fannst þér skárri. Heyrðu, mér fannst náttúrulega bara Helga Braga náttúrulega náskild frænka mín og hún náttúrulega alveg með þetta, alla leið. Já, ok. Þakka þér. Þetta er hann Ólafur Freyr Hervinsson, Helga. Já, þakka þið fyrir, kærlega. Já. Þá ertu komið 2 atkvæði. Já, þakka þið fyrir, elsku dúllan. Takk fyrir að ringja. Takk í máli. Ok, bye. Og já, þú getur tryggt þér Sigurður. FM, góðan daginn. Blessaður. Blessaður. Mér finnst, því að ég ætlaði sko að velja hana Helgu út af því að þú var svo vondur við hann aðan. Já, nákvæmlega. En ég verði að velja Audda, mér finnst það svo flottur sko. Jæja, það er svo stillegt. Það er ekki bara að kjósa brandara ég er hér. Nei. En takk hérlega fyrir að ringja. Já. Ok, bye. En það er sko hvoru brandari var góð. Nei. FM. Halló. Hæ. Hvor brandari fannst þitt atkvæði? Herðu, það er Auddi. Það er Auddi, það er orðið. Þetta er alveg spennandi. Hann er að vinna þetta. Já. Ok. Takk. Er þetta bara strákar sem ringin? Já, herðu, hvað eru konunir hérna? Já, þeir eru allir að hlusta mig. FM. Já, góða kvöldi. Góða kvöldi. Hæ. Sko, ég hló meira brandarum hjá Audda. Nú, þá er ykkur með sigur hérna. Ertu þetta að svíkja systur mín? Mér finnst þú samt skemmtileg þetta, heldur Auddi. Þannig að svo allir séu sáttir, er það ekki bara? Já, ég skal taka. Mér finnst líka Helga skemmtilegur en ég, þannig. Það er allir ánægðir. Þakka þið fyrir. Til hamingju. Takk fyrir að ringja. Til hamingju með slökkvitækið. Þá er þessi brandarakeppni búin og það var slökkvitækið sem hafði vinninginn. Já. Ræðilegt. Og, já, þeir voru hvor. Þeir voru slæmir, já, það er gaman að því. Við erum að vinna sem vistlistur og við erum að gera betur þetta. Já, nei, sko, ég er ekkert, I'm not wasting those jokes. Nei. Skilurðu, sorry. Veistu hvað samkynið er hestarborðað? Æ, nei. Hei. Þetta er ræðilegt. Er útvarpið komið í síman þinn? Taktu þátt í Íslandsmeti. Við ætlum okkur að vera með mest sótta íslenska appið á landinu. Ánaðir notendur skipta tugum þúsunda og þeir hlusta nú á FM 957 og 7 aðrar útvarpsstöðvar, hvar og hvenær sem er. Sæktu útvarpið í App Store eða Google Play. Leitarorðið er FM 957 og þá erum við komin í síman þinn. FM 957 kynnir Elite Modern Look stærstu fyrirsætuleit í heimi.
Elite á Íslandi stendur fyrir opnum pröfum frá klukkan 12 til 4 í Kringlunni laugardaginn 7. september og frá 1 til 4 á Glerártorgi Akureyri sunnudaginn 8. september. Við hvetjum bæði stelpur og stráka til að taka þátt. FM verður svo í beinni og mun taka púlsinn á stemningunni í Kringlunni. Láttu drauminn rætast og kíktu í pröfu í Kringlunni á laugardaginn eða á Glerártorgi á sunnudaginn. Allar nánar upplýsingar á elitemodellook.is. Nýtt í bíó. Jobs. Is this Apple computer? Yes, it's us. Sannsöguleg mynd ævi Steve Jobs, stofnanda Apple, með Ashton Kutcher í aðalhlutverki. We can't afford to pay people. He's just a kid. You're just a kid. Jobs. Steve is great, but he's a time bomb. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Epli.is. Dreymið þig að verða heimstækt fyrirsæta. Opnar pröfur fyrir Elite Motilook, stærstu fyrirsætileit í heimi, verða laugardaginn 7. september í Kringlunni og sunnudaginn 8. september á Glerártorgi Akureyri. Við leitum bæði að strákum og stelpum. Láttu draumir rætast og komdu í pröfu. Nánar á elitemotilook.is. Ekki vera með hlóðrétt niður þig. Rífðu þitt í gang. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í september. Frábær tilboð hjá Danscenter Reykjavík, GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafavogi, Skemmtigarðinum í Smáralind, Vörðklass, Rocky Reykjavík, Ritz og Pizza og margt fleira. Kynntu tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snill. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Party. Já, hún líka fann að haga sér svona sástan á þessari hátíð þarna. Nei, ég misti af því, ég frétta að þetta hefði verið voðalega eitthvað. Voðalega hvað? Druslulegt. Já, það var ekki. Og hún er komin í eitthvað druslugang. Já, ég veit okkur er það. Þetta er fínasta lag hjá henni og hún hefði bara átt að koma þarna og syngja. Já, nei það er bara eitthvað að reyna að vera druslulega eitthvað. Já. En samt... Sex sells er. Já, en svo er ég náttúrulega, mér finnst auðvitað fólk megi vera bara eins og það er. Já. En er þetta, hún er samt að reyna að selja út á... Það haga sér enginn, hvað ert að segja mér, hún sé svona heima að sér, úti með tunguna með hendin í klofin og eitthvað, ertu svona heima þeirra? Nei, ég náttúrulega sá þetta ekki, sko, sem betur fer. En mér finnst þetta óttalega leiðilegt. Já, þetta var hálfdaburt. Það styttist í Björnlinn, hann ætlar að koma hingað til okkar sem gestur eftir örskamma stund. En ég ætla að ræða nú bara aðeins við þig núna, Helga. Já, þú ert búin að vera hérna með mér í 1,5 tíma. Og við hefum ekki rætt hvað er í gangi hjá Helgu Brögu. Hvað er að gerast í þínu lífi þessa dagana? Ó, það er svo gaman. Alltaf gaman hér. Já. Nú, ég er náttúrulega, ég er búin að vera auðvitað að vera váfreyja. Já, fljúa í sumar með váer. Ég er búin að fljúa alveg bara. Ertu ekkert að fá, sko, þegar þú ert að fljúa svona? Er ekkert einhverjir menn sem eru kannski búin að fá sér 2-3 og kalla, herðu, segðu eitthvað fyndið? Jú, það er sko, en ég er svo sjaldan að fljúa með Íslendinga. Já, ok. Ég er aðalega, sko, ég er náttúrulega í þessu til að halda tungumálunum við. Já, ég skilði. Sko, aðalega að fara á París og Lyon og Berlín. Og er ekkert Íslendingar að fljúa þangað? Jú, eitthvað, en það er í minni hluta. Já, ég skilði. Þú veist, jú, þeir eru þarna líka, en þegar meiri hlutin eru, sko, markmið er að láta frakkana hlæja. Við meira að tekist það, láta það hlæja og klappa á. Þeir eru ekki svo leiðilegir? Nei, þeir eru ekki leiðilegir. Þeir eru voðskemmtilegir og þjóðverði og allt, sko. Mjög gaman. Stuttgart, Düsseldorf. Þannig að það er ekkert Íslendingar að kalla það bara eftir eitthvað fyndi. Jú, svo hef ég farið á 2 Alicante-flug og þar eru Íslendingar. Nei, er það bara skemmtetrið borð? Og það tek ég alveg svona inn í kabininni, þá fíblast ég í fólki bara. Já, okay. Ég fíbla og hef gaman. Ég elska fólk. Já. Sko, það er bara þannig að ég er ekki með innilókunarkinn, mér finnst gaman að vera bara í þröngu rými með fólki að því mér finnst það gaman. Okay. Svo er náttúrulega börnin, sko, glápa á með eplið í ávaxtakorfunni og lóa ógúrtaði svo að grúttast ég þeim. Ég finnst þetta hrikalega gaman. Já. En svo er ég náttúrulega bara, sko, og svo eru kaffibrúsakallarnir að fara að byrja aftur í Austurbæ. Já, ég er eftir að koma að sjá það. Ég er að fara að bjóða þér. Já, takk fyrir það, takk. Já. Og já, við byrjuðum sem sagt núna á þessu ári, byrjum þessa árs og bara megastuð og við byrjum aftur bara núna í lok mánaðarins. Ok, og er það, hvað er það eftir viku? Hvað er það alveg einu sinni tvisvar í viku eða? Eitthvað svona, já. Ok, glæsilegt, laka til að sjá. Já, það verður stuð. Svo er ég náttúrulega byrjað að bóka árshátíðir og dömu og daður fyrirlestra og
Ertu að stjórna svona daðurfyrirlestrum? Ertu góð að daðra, Helga? Hvað heldur? Ég hef alveg séð þetta. En þú getur kennt öðrum þá? Ég er að kenna. Já, ok. Já, daður og date og dömufyrirlesturinn og svona. Já, en það er samt, date-menningin á Íslandi er nú samt ekkert, þetta er ekki svo í Bandaríkjunum. Fer fólk reglulega á date hér á Íslandi? Þetta er að breytast, sko. Er það? Já, þetta er að breytast smám saman. Við verðum að fyrirgefa okkur það svo stutt sem við vorum í moldarkofum. Já. Sko, og við erum svona, það er svona þessi þyngsli og þumbaragangur sem er í okkur, sko. Það er satt þetta frá milliveginn okkur og kananum. Já, það er einhvers staðar þarna. Við erum að læra. Já, fólk er, kannski einmitt frekar yngra fólk, sko, er að fara að date og svona. Ok. Já, ég finnst það líka miklu heilbrigðara heldur en að vera blindfullur á okkur balli. Og fara svo bara heim og svo bara komið fjölskylda og fólk þekkist ekki neitt. Já, hefur alltaf verið þannig bara. Þarft að kynast það. Þetta er líka orðið náttúrulega núna með Facebook og svona. Já, svo er það sko. Já, kynast þar kannski. Þannig að það er alltaf svo ýmisverkefni sem ég get ekki tjáð mig að svo stöddu máli. Já, ekki nefnir návist lögfræðings. Já, eiginlega. Já. Okay. Þannig að þetta er rosa spennandi haust. Já. Ég er mjög spennt. Ég er svona hausttýpa. Byrjar. Þetta er svo ekta ljón. Hvaða stjörnummerki ertu? Þú ert alltaf með þetta. Ég er sportryggi. Já, sportryggi, já. Já, það er 5. nóvember og það er svona, það er komin vetur. Já, er sportryggin mikil haustmanneskja? Ég er náttúrulega, já, ég elska haustið. Bara haustlitirnir og það er eitthvað svo mikið eftirvænting í loftinu, finnst mér. Sko, þannig líður mér. Það er svona eftirvænting í loftinu og það er nýtt og nýjir tímar og það eru ný verkefni, sumarið er búið og veturinn að taka við og svona, skemmtilegt. Já, ég er ekki haustmanneskja. Nei. Hvaða, Mér líður best á vorin. Á vorin. Af því að þá er sumarið ekki búið en það er að koma. Já, þú ert að fara að hlakka til sumar. Já, en sko svo þegar sjálft sumarið er komið, þá finnst mér alltaf eins og sjálf að vera búið. Já, þá kemur sumar þunglindið í þig. Ég nýtt mér betur á vorin. Já. Sveimi það. Já, sumir er einmitt, ég hef heyrt þetta, vorið sé líka, það er svona von í vorinu. Já, von í vorinu. En hvernig er í þessum date-námskeiðunum? Ekkert að blanda... Þú greinlega mikið náhuga þess. Ekkert að blanda þessu stjörnumerkisrugliðin inn í það? Jú, svona stundum. Er það? Já, það er stemming fyrir því. Ef ég myndi segja að ég væri krabbi, og svo hvaða stjörnumerki fer vest með öðrum krabba? Með krabbanum? Ætla sé ekki kannski... Nú er ég náttúrulega ekki professional, en ég myndi segja það sem að væri svona, kannski bómaður eða eitthvað svo leiðis. Bómaður? Já. Þannig að ef það er þessu date-námskeiðinu, myndir það að segja að krabbi og bómaður ætti ekki að vera saman? Sko, þetta er ekki svona einfalt. Það þarf að líta á allt stjörnukortið til að geta séð þetta. Ok. En ég nenni ekki að tala um þetta þegar fólk er svona neikvægt. Sorry. Við erum náttúrulega rifist þetta áður. Ég er samt ekki að neikværa Sveppi. Þetta er angóin rifrildi okkar á milli. Það er mjög gaman að ræða stjörnumerki við Sveppa. Þetta er skemmtilegur samkvæmisleikur. Já. Þannig að það er nóg að gera hjá Helgu. Guð, það er alltaf. Já, það er þannig. Ég er svona aktív típa eins og þú. Já. Alltaf eitthvað. Verðum að hafa eitthvað að gera. Já, svo gaman. Það er rétt. Við styttist hér í Björnsam. Björnlinur er að detta inn til okkar en við ætlum að fá eitt skilaði hressandi og gott. Þetta er Macklemore. Hér með Can't Hold Us. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö. Döðum Blöndal og Helga Braga Jónsdóttir með ykkur til 6 í dag. Styttist í góðan gest. Hann á komið til okkar Björnsi. Björnlinur. Ég lakka svo. Leikari. Já, það er myndalegur ungu maður. Já, ég hæfi leikaríkur. Það er nú meira mál. Mjög svo líka. Já. Þú horfir meir í það? Já. Já, sjálfsög. Ég hef aldrei haldið annað. En... Sérstaklega eins og með Alexander Skarsgård. Já, hvað er þú ert búin að sína með myndir á honum, þetta var huggulegu maður. Já, hann er íðilfagur. Já, ég þurfti samt ekki að sjá alla myndirna sem varst í myndar, en ég held að Helga hafi sýnt mér einhverja 10 myndir af þessum manni. Hann er svona, þið veist hann fallegastu fyrir utan maka, sagði hann. Já. En hvað er það við hann sem er svona fallegt? Ég veit það ekki. Hvað sækistu Helga? Það er út að leita þér að kalla manni. Nú líði mér eitthvað smá illa, mér finnst þetta vandræðilegt að tala um. Þetta er óþægilegt að tala um. Ég fæ svona þungt fyrir brjóstið og ég veit það ekki. Þú ert nettur perrið, eða ekki? Ættur þú? Nei, ég vil ekki tala um þetta. Nei, þetta er þetta óþægilegt. Bara eitthvað glimt í óið svona. Hvað segir þau? Eitthvað svona, hann skilir, þú skilir þetta ekki. Glimt í óið. Glimt í óið? Já.
Lærður ekki dönsku, darling? Jó. Já, eitthvað svona blik í augunum. Já, svo ég þýði þetta fyrir þig. Já, takk fyrir það. Það þarf að þýða þetta fyrir mig. Já. Nei, hörðu, hann að koma hérna talandi myndalega menn. Hann mættir hingað í stúdíóið, hann Björnlinur. Við ætlum að fá örstuttar auglýsingar, svo ætlum við að ræða við þennan snilling. Það er glimt í augið. Veist þú hvað það þýðir, Bjössi? Já. Glimt í augið? Já. Ég veit að þú veist það ekki. Við veit vist hvað það er blik í augum. FM 957 og Sambíóin bjóða þér í ævintýrabíó The Mortal Instruments. City of Bones er kvikmynd í anda Twilight myndana en er að ræða fyrstu myndina í seríu sem byggð er á samnefndri bók frá Cassandra Clare. Hulinn heimur, púkar, vampýr, skuggaveiðarar og fleira skemmtilegt í kvikmynd sem að kemur hressilega á óvart. FM 957 og Sambíóin bjóða þér að sjá þessa mögnuðu mynd fimmtudaginn 5. september kl. 20 í Sambíónum Kringlunni. Fylgstu vel með og þú getur neltir í miða. Lítil handlóð. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Sólbáðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stórskemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Ég pakkaði niður og ég fór út á flugvöll og þá drullar við út í þér að þú sért ekki tilbúin í tilfinningalegt samband. Ástríður snýr aftur 15. september, Stöð 2 í Lyftrandi Háskerpu. FM 95 Blö á FM 957. Það er hárrétt hjá þér að hlusta hér á FM 95 Blö. Auglýsingabúnar og Björnlinn er búin að koma sér fyrir. Ég ætla bara að byrja því að bjóða þig velkominn, Bjössi. Takk fyrir. Hann er með bullandi glimt í augið. Er hann með glimt í augið? Alveg bullandi. Það er ekki... Þetta er sjarma tröllissi strákur. Já, hann má eiga það. Uss. Ferðu hjá þér, Bjössi? Þegar að tala um að setja? Nei. Hann er svo vanur. Fyrir ekki að ég er að tala um þig í þriðju persónu. Þannig að þið líður ekki illa? Mér? Já. Hann er lokað sér smá, hann er eins og sér smá hrættu við mig. Þetta er svona góð byrjun, svona, þú veist, líður illa. Nei, það er einhvern veginn svona þegar það er að tala um þessi glimt í auðvitað, þú situr bara aðna svona kokki. Mér finnst bara æðislegt að mæta á FM og fyrsta setningin ertu ekki hress. Það líður ekki illa. Já, það er líður ekki illa. Mér finnst þetta ný leið og skemmtilegt. Þetta er ný stefna hjá þér. Ný stefna hérna. Þú hefur að skýta þig ekki, Bjössi? Jú, við erum alveg búin að glata það dagur. Glata sumar? Já, ekki sól með. Er þetta búin að vera gott sumar hjá þér? Jú. Mjög fínt, sko. Já, hvað ertu búin að brasa í sumara? Sko, eins og þegar maður er að gera alltaf einhvern veginn svona sína eigin hluti, þú veist nú hvernig þetta er. Þú veit náttúrulega bara þræll hérna þessa fyrirtækis og gerir bara sem þér er sagt þetta. Takk. Við hérna erum skapandi listamenn hérna við Já, ég er með 2 leikar hérna mótið. Og sko svona lausrann, eða þú veist sem er frjáls. Og við erum sko, maður er alltaf með plön sem breytast eiginlega á hverjum degi. Mér langaði í sumar til þess að fara að skjóta mína fyrstu bíómynd sem leikstjóri eftir mínu handriti. Við erum búin að vera fjármagna það og svo allt í hennu gerist á einum degi, það frestast ár. Þá þarf maður að fara að ræða upp á nýtt. Og svo eru hérna, en ég hef verið að leika eins í sjónvarpi og bíó hérna heima og við erum að fara að gera eins meira því núna. Ok. Og... Eitthvað sem á móti ræða? Núna á næstunni? Já, við erum bara, það er verið að byrja tökur núna á framhaldina Hamrinum, sjónvarpsþáttunum sem voru á RÚV fyrir nokkrum árum. Það sem að þú lékst aðhlutverkið, ekki satt? Já. Núna er framhaldið loksins að því. Við ætlum að gera það árið eftir en það hrundi allt og eitthvað vesen, eitthvað bankavesen, Það er búin í tökum eða? Nei, við erum að fara að byrja. Við erum að fara að byrja, já. Svo var ég ástríði hérna sem er að byrja Stöð 2. Sem er að byrja Stöð 2, var í því einhvern veginn í vor og... Kemur nýr karakterinn það, eða ekki? Með svona, hvað sagði hann aftur á hann? Með bliki í augum. Ert þú gæinn með bliki í augum? Já. Eyðileggur fyrir, ég vil ekki, ég fyrir strax að ímynda mér hvernig típa þetta er svona. Nei, en svo mér finnst mjög gaman, sko, ég spist alltaf upp við þetta, sko, ég er einhverja vanið því ég hef alltaf verið með mínu fólki að gera mitt eigið. Já. Þannig að þá eru alltaf nokkru hlutur í gangi sem ég getur greipið í ef eitthvað annað frestast eða hvernig sem það er. Svo er ég í einhverju svona leik svolítið úti í sambandi við svona umboðsmenn, mikið í pröfum fyrir alls konar hluti. Og oftast þegar það gerist, þá gerist það alltaf bara á morgun. Þá er maður alltaf að eyðileggja alls konar hluti. Ég nefnilega var að lesa eins og með Ólaf Darra og svona. Hvernig er, eins og ef þú ert í pröfu fyrir eitthvað þátt erlendis, ertu þá að senda vídeo að þér eða flýgur bara út eða hvernig? Já, þú gerir fyrst vídeo sjálfur. Já.
og svo ef að þeir hafa einhvern áhuga að þér, þá ferðu út. Já, og eitthvað svoleiðis í gangi? Getur verið að setja fara í eitthvað svona erlend verkefni? Svo bara veit ég ekkert ég hef reynda fengið bóð núna, bara síðast föstudagum að leika í þáttum sem á að fara að gera, þetta svona eins og Darri var talum daginn, svona pilot svo kallaður. Já, svona pröfu þáttur gerður, það kannski stúdíó úti, með kannski 10 hugmyndir að einhverjum seríum sem búið að skrifa og allt eitt upp og þeir taka ekki sénsinn kannski á einhverjum 3 sem þeir gera, þannig gera bara fyrsta þáttin að þeim öllum. Já, ég skilji. Og þá eða er bara peningum í það og þá sjá þeir bara, ok, þetta er eitthvað sem við höldum áfram með. Og ég fekk hlutverkuna bara daginn í einu svoleið sem ég tekið upp í Suður Afríku. Spennandi. Á sama tíma núna á Hamarinn 2, sem er náttúrulega æðislegt. Fekk símtalið bara inn á skrifstofu hjá framleiðanda Pegasus sem gerir, þetta er allt mikið svona. Já, þannig er lífið bara. En þetta það bara svolítið alltaf komið ljós og svo er ég að gera núna, er ég búin að vera að pröfa mjög mikið fyrir eina seríu sem á að fara að gera núna sem á næsta ári, sem er verið að fara að gera seríuna. Já, ekki bara pröfu þátt. Nei, þeir eru að fara bara beint í seríuna. Ertu með þess að umbóðsmann í Bretlandi eða? Ég er með umbóðsmann í Bretlandi og einn í Los Angeles líka, en ég hef reyndar aldrei komið þangað. En er þetta að borga svoleiðis menn, að taka bara prósentur? Nei, þeir redda mér einhverju þá bara taka þér prósentur. Ég skilji, ok. Þannig þetta er bara, þú veist, ég hef gert mjög mikið af þessu. Svo er maður kannski einn af svona, þú veist, 10.000 einhverjum gaurum með skrítin hreim. Svona frá Evrópu, einhvers staðar. Ég er alltaf einhverjum pröfum fyrir James Bond og eitthvað svona fyrir svona. Já, því þeir skandinavíski leikar leika bara vonda, eða eitthvað svona, eða svona skrítna smá. En það er bara, þú veist, þetta er, í fyrra var ég hálft ár í Budapest, í þessum Borgias þáttum. Já. Það er ekkert nema bara skemmtilegt að gera það, getið. Og tilbreyting, þetta er eins og að fara á milli, eins og með leikhúsið og bíóið og allt þetta, það er alltaf gaman að svissa á milli. Allir skandinavíski leikarar, þeir eru örugglega svona pínlítið í tísku. Ég held það. Já. Ég held það. Og líka bara skandinavískt efni, þú veist, Hollywood er aðeins að líta til Skandinavíu, þú veist, þeir eru að endurgera og svona. Kannski er líka það, sko, að það er verið að gera svo rosalega mikið af sjónvarpsseríum núna. Já. Að það er svona, ég held að það sé bara meiri möguleikar í þessu. En hvernig er það svo við má spyrja, hvernig er það svo með verkefni sem ást í Budapest eða ekki? Jú. Ástu í einhverju þáttum. Já. Er það töluvert betur borgað heldur en þú leikur til dæmis í Hamrinum? Já, mikill munur. Já, það er launum svo sem. Já. Hvers lengst var það? Það er ameríski þetta. Amerískt, já. Þannig að svona aðeins meira budget og betur borgað kannski. Já, svo er það meira mun alltaf sama bara. En það er svona aðeins meiri. Það var til dæmis fyrstu tökudagurinn sem ég var, þá var ég í svona skylmingasenu, sem er fyrsta skeitt sem ég kem fram í þessum þáttum. Ég var að sýnda núna Skjá einum í haust. Hvað heita þér? The Borgias. Já, The Borgias, já, einmitt. Og ég átti að vera í skylmingasenu með einum gæja og svo, ég vissi eiginlega ekkert svona hvernig þetta átti að líta út svona, þetta átti að vera einhver svona torgi. Og í Flórens árið 1505 eða eitthvað sko, og ég svona, já, þetta er auðvitað eitthvað svona green screen eða eitthvað, ég átti að vissi ekkert, þannig að ég var búinn að ákveða það og að ég ætlaði bara, þú veist, mæta vel undirbúinn og halda kjafti, þú veist, ekki vera með einhver svona stúpid spurningar og, þú veist, ég ætlaði bara þegja bara og mæta. Og var þetta green screen? Ég hugsaði svona, þetta er örugglega eitthvað þannig. Já, fullt af fólki bara sem er eiga bara einhverju tölvu bara. Ég mætti. Þá var bara eins og á Lækjatorgið á Austurvelli. Þar voru svona 700 aukaleikarar og þú veist, astnar og svín og hænur og eitthvað svona dót. Og ég sagði, wow, herru, þetta er svolítið... Þetta er ekkert grínskrin, þetta er ekkert tölvugjast. Þetta er bara alvöru og ég bara, Mr. Haraldson, come please, inn í ringiðuna þarna, þar var einhver leikstjóri sem að, þú veist, þeir skiptum leikstjóra svolítið ört þarna og ég gerði bara mína senu og þetta var svolítið skemmtilegt, þetta var svolítið svona gladiator feelingu sko. Varstu búinn að æfa skylmingar svolítið? Ég hef búinn að æfa það í 3 vikur. Já, auðvitað. Og þetta er örugglega í senunni, þetta svona mínúta eða eitthvað. Það breytist alveg, ég hef búinn að æfa eitthvað í 3 vikur og leikstjórinn kom inn, þú veist, eftir 2 vikur og sagði, nei, þetta er ekki alveg sem ég er að hugsa, gera þetta svona eða hinsegin, þá byrja maður upp á nýtt. Svo var dagurinn búinn og ég man alltaf eftir þessu, maður er svona vanur því bara það er allir að gera þetta saman á Íslandi og allir hressir og svona. En þá fór ég þá var alltaf svona eins og golfbíl, svona eins og golfbílar, hvað þetta heitir? Já, svona opnir. Já, sóttu mann alltaf bara þar sem maður bara var búinn í síðustu senni og keyrði með mann í búningsherbyggi sem var einhverstað frá. Það var svona golfbíl mættu sem var svona eins og Rolls Royce.
Flottur. Svona framan á svona merki og svona grilli framan og flott og svona og það var fólk búið að vera þarna. Svona 7-8 fólk í staðlistónum sko allan daginn og það var 40 stiga hiti. Börn voru þarna allan daginn. Hnígandi niður. Og bara, þú veist, það er ekkert, maður fær bara svona hlíf og drikk og allt voða næs. Þetta liði bara trýtað eins og skítur. Það? Svo keyrt og gæinn mæti til mín bara Mr. Haraldson, please, here's your car. Þetta er buggyið þarna, hvað það heitir. Og ég svona, já, ég get labba hann líka. Og hann sagði bara, nei, please. Amerika, sko, það hefur eitthvað komað fyrir þig. Þetta er líka hans jobb og svona og ég bara, já, ok, og settist þarna og svo fór hann að stað og það er alltaf þetta gamla fólk og þessi börn og þetta er labba að niðurlótum komnir eitthvað í áttina að búnisherbyggjum. Þú bara með vindin í hárið bara í böggibílum. Máttur ekki bjóða þeim far? Nei, ég komst ekki eiginlega einu sinni alveg þangað því að hann byrjaði leið og við vorum farin að stað að flauta á börn og gamalmenni. Hvað sko bara garga drullið ykkur í burtu og þá leið mér illa sko. Það er eitthvað svona sem að leikarar svona í stóra heimi hafa búið til eitthvað svona, við erum aðal og bara, þú veist, allt hitt er bara, þú veist, þetta er svona, maður er ekki alveg vanur þessu en þetta er svona óþarfi og bara astnalegt. Sem betur verið ekki svona á Íslandi. Við komum betur fram við statista. Er það ekki? Jú, oftast er þið líka bara einhverju frændur okkar. Já, bara Gulla frænka var beðin að koma með. Það er til dæmis einn maður sem að giftu frænku minni í fjölskyldunni sem að var sko statist viltu fara að setja lag á það? Nei, góður. Já, fæstir hann að vera svona flottalegu til lögnana. Hann var statist í lækni, svona lék, þú veist, var í læknaslopp, í hamrinum sko. Svo var hann kliftur út. Og hann var mjög ósáttu við það. Leiðindi í fjölskyldubóðinu. Já, hann hefur hitt leikstjóran Reyni Lyngdal í Melabúðinu og húskamma. Þannig að til dæmis nú verð ég að reyna, við verðum einhvern veginn að koma honum inn í framhaldi núna. Já, auðvitað, já. Það var reyndar aðgæðlegt að hann kemur í framhaldi og verið aftur kliftur út. Já, þetta gerist ekki. Ég get ekki látið að gera. Þetta er oft þannig, þú veist, maður sér, ef ég sé íslenska bíómynd, þá sé ég alltaf, ok, nú eru uppi skroppa með statista, þarna er þessi gæði sem er alltaf hljóðmaður. Fyrir maður þekkir eitthvað úr krúur. Við ætlum að fara hér í eitt lag, svo er það hraðaspurningar á Bjössa. Helga er búið með þér. Já, fáum líka á Helga. Kings of Leon hér með Wait for Me. Þau sitja hérna beint á móti mér Helga Braga Jónsdóttir og Björn Hlynur. Það er leikarafestival í FM 95 Blöð í dag. Ekki það, ég geti kallað sjálf með leikara. Þetta er þrír grínistar. Þrír grínistar og þrír leikarar. En það er komið að hraðaspurningum, Bjössi. Helga fekk hraðaspurningar að hann og það sem þú gerir, þú hreinsar hugan og voru að segja að fyrsta sinni þetta er í hug. Hann loka sér núna svolítið. Já, sérst ég, hendur í kross og... Dónalegt? Nei. Nei, hvað heldur það? Hvað heldur þetta sé eitthvað dónalegt? Er ekki eitthvað? Hvað voðalegt þá hann lítið liðir út af hraðaspurning, þetta er voða einfalt sko. Þú voru að segja sem þetta alveg satt. Já, bara fyrsta sem poppar í hugan. Já. Ertu tilbúinn? Ertu voða lítið fyrir svona leiki eða? Já, þú veist. Já, þú veist. Hvað ég segja? Hann er svona töffari, hann segir að svara svona töffarilega. Þetta voru fólk, skilur við, í þessu rugli, ok? En þú finnst þetta að reyna að taka þátt, ertu tilbúinn? Ok. Já, hristaður enn á töffarskap og verður til í þetta? Ég er búinn að opna. Ok. Ertu klár? Já. Já. Var þetta fyrsta? Ok. Þetta er ekkert smá samvarandi. Eitt og besta bíómynd allra tíma? Lawrence of Arabia. Uppáhaldsnammi? Kit Kat. Hefur lent í slagsmálum? Já. Mannstöðu? Nei. Hver er fyndnastur? Eða fyndnust? Helga. Uppáhalds hljómsveit? Köld. Hvað kveikir í þér? Eldur. Ó, guð, hvað þetta var ég. Það var alveg daburt maður. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Seinfeld. Besti matur? Kjötsúpa. Besta lið í ensku? Engin. Uppáhalds lið á Íslandi? Þróttur. Í hverju sefuru? Náttbuxum. Uppáhalds skyndibiti? Kentucky Fried. Hvað tekur í bekk? Veit það ekki alveg. Þú veist að við... Nei, ok. Hvað er það? Ég veit það ekki einu sinni. Þú veist það betur. Svona 85 kíló. Hvað eldaður þið síðast? Nautakjösteik. Hvaða dýr finnst þið mest sexy? Kettir. Hvenær fórst þið síðast í sleik? Bara í gær. Fallegasti kallmaður fyrir utan Magga? Nei, já. Þetta voru spurningar á Helgu áðan, sorry. En hver er fallegasti kallmaður fyrir utan Magga? Ekki kvenmaður? Nei, bara kallmaður. Ok. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, en fallegasti kvenmaður fyrir utan Magga?
Þetta er enginn í hug? Nei. Ok, frábært, takk fyrir þetta. Nei, ég var búinn að segja Helga Braga áðan úr ykkur spyr, ég var að horfa á hana. Já, þannig að þið varstu bara fyndin en ekkert falleg. Nei, ég var búinn að nota það svar, annars hefði ég notað það núna. Svo fór ég að hugsa, ég hefði þetta að segja það núna en ekki þá. Þú þarft ekki að vera korrekt, segð bara það sem er. Þess vegna ég kom með þetta í flæki núna, næsta spurning. Hvern langaði mest til að hitta í heiminum? Engan sérstakann held ég. Hvað kemur fyrst upp í hugan, maður? Bara sem er á lífi? Já. Mér langar að hitta Þetta heitir hraðaspurningar. Bubbi Mortens. Bob Dylan, ok. Fínt svar. Draumabíllinn. BMW. BMW. Hljómar þetta ekki svolítið eins og bara eitthvað sem er dettur í hugin, ekki raunverulega það sem ég finnst. BMW. Og svo er það síðasta, hver er þinn helsti galli? Gott lélegur í svona skemmtilegu leikjum. Það var þinn helsti galli. Ég finnst að Hefur enga galla. Fyrst þetta er síðasta spurningin þá ég held ég að vera aðeins meira svona hann sagði helsti af öllum. Já, hvað er þið mesti galli í raun og veru, ekki satt? Já, það er kannski, ég veit það ekki. Óákveðinni? Sveittur undir höndunum núna. Er það óákveðinni? Með smá kennara hérna. Já, smá balli braga. Þetta er galli. En ég verð að segja með þessu spurninga, þetta er kannski ekki endilega mitt álit á, þetta er allt bara, þú veist eitthvað að tala um Anthony Hopkins. Já, það fyrsta sem kemur. Þegar lægið var, þá einhvern veginn hugsaði um hann, ég man ekki sem einhverju spurningi var. Já, það var, hvað viltu mest hitta? Nei, leikari, uppáhaldsleikari. Það var uppáhalds eitthvað, svo sagður eitthvað hvern myndir vilja hitta. Þá allt í hennu... Bob Dylan, já. Nei, ég fór allt í hennu að segja eitthvað Bubbi Mortens. Ég hef hitt Bubba Mortens. Já. Var það ekki gaman? Það var þá bara Bob Dylan af því það var B. Og ég hugsaði að því að ég held nefnilega Bob Dylan sé einmitt gæði sem að ég fílaði hans tónlist og svona mikið í gegnum tíðina en hann er auðvitað leðalegasti maður í veröldinni. Ég væri einmitt ekki til að hitta hann. Ok. Og ég hef heyrt sögum um það að Bob Dylan hefði dissað Bubba einu svona í Íslandi. Nei. Bubbi, ég hlustar aldrei á þessu stöð hvort þið er. Ég hef heyrt þessu sögu. Hvað sagði Bob? Hann er ekki að dissa Bubba. Bubbi elskar Bob Dylan. Já. Æ, þetta er sorglegt. Já. Maður veit ekki. Kannski er þetta rögg, við vonaðum. En það var uppáhaldsnafn mitt, var Kit Kat. Þú ert líka... Þú byrjaði svolítið vel. Þú byrjaði Lawrence of Arabia og... Já, sko, það er eiginlega eina af mínum uppáhaldsmyndum. Já, það er eina af mínum uppáhaldsmyndum. Það er svona, að ég eins og vissi ekki hvað, það talaðum til dæmis svona epic movie. Já. Svona episk mynd. Ég var bara svona frekar gamall þegar ég átti að ná því hvað það þýðir. Það er einmitt svona 4,5 tíma svona sem gerist í Sahara mynd frá 1955. Ég hef reyndar alltaf að elska þessa mynd. Já, ég samanlega. Ég er líka til, ég hef hrifin af fleiri myndum reyndar en það byrjum kannski ekki að fara að tala um það. Nei, við ég sagði Shining. Það var fyrsta sem kom. Ég hef verið mikið að hugsa um hana út af öðru sem skiptir ekki máli. Hún er frábær. Ég elska hana sko. Shawshank. Hún er frábær. Stephen King líka. En Stephen King fannst Shining umulig. Myndin? Já. Ok. En náum hann. Já, þetta var sturglu starrend, en það er komið að lokum hér hjá okkur í FM 95. Já, sér hvað þetta er fljótt að líða, Helga. Búin að vera með mér í 2 tíma. Og við erum bara Björnsteinn, takk hjálpa fyrir komuna. Takk fyrir. Alltaf gaman að fá í heimsókn. Helga, takk æðislega fyrir að vera með mér í allan dag. Takk fyrir daginn. Já, alltaf gaman að vera með þér. Og ég líka vil þakka fyrir hlustunna. Ég vil. Já. Ég sagði það. Ég vil. Þú sagði ég vil. Já, ég er að reyna að breyta þessu. Já, fyrstun svei, nú eru þetta með leikarinn að leiðrétta þig. Ég veit, en sko málið er, þetta er orðið núna 50-50 hjá mér, að því ég man þetta. Ég segi í annarkvæmt skipti vil, ég sverða. Þetta er að koma. En kannski bara sagði ég vil svo hátt. Þetta er mikið að koma hjá þér. Þetta er alltaf að koma í lífinu. Like a diamond. Kjalla fyrir hlusturinn í dag. Við heyrumst á morgun, þá er það ég og Steindi Junior. Hafið það gott í kvöld og bara, já, takk fyrir að hlusta. Og Helga, takk fyrir mig. Bob Dylan. Bye bye. Í skemmtilegt Instagram haustaátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir mertar haust í haust og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtakörnum. FM 957, haust í haust. Boogie Down Reykjavík með Brynju Péturs á FM Extra.
Þáttur með endalaust groove og ennþá meira smooth. Hip-hop, dancehall, R&B, house, soul og funk í háskerpu. Dansaðu með Brynju Péturs á FM Extra á 5-dagskvöldum klukkan 9. Þú hlustar á FM Extra í gegnum FM 957 appið eða á vísir.is. Skólaföt. Next Kringlunni. Nýr og ferskur líkami. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Í kvöld á Stöð 2, Sindri Sindrason heimsækir Kristínu Björnsdóttur sem býr í stórglæsilegu húsi í Garðabænum. Kíktu í heimsókn með Sindra. Heimsókn fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:15. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Næsta miðvikudag búin að vera bæði sól og rigning í höfuborginum dag. Hvaðan það súsiti hérna vel gert til 9 kvöld. Neðan til að Frikki mættur á sveið. Við erum að byrja daginu Granit, hörðu? Það er þetta, Jay-Z og Justin.